Hingað kominn Halldór Baldursson, teiknari, sæll Halldór. Blessaður og sæll. Þú kom með nýja bók, segðu mér frá þessu. Já, það það nú þannig að við erum búin að vera að lifa þessa merkilegu tíma og það stóð nú til hjá mér að safna saman myndum hrunið og ætlaði nú ekkert að drífa í því fyrir kannski næsta ára eða eitthvað svona, eitthvað svona letimann eða eitthvað, en skyndilega kom þetta tækifæri að koma þessu bara út núna, en það þetta, maður hugsar út í þessi ártöl, 2007-2008, það þetta einstök ártöl sem að þræla bara að koma á bók akkurat meðan þetta ferst. Og þetta eru úrvala myndunum sem þú hefur teiknað hrunið á þessum tímabili. Já, þannig að við höfum þetta ár 2007 sem þá þetta hápunkturinn áður en allt féll. Já. Og síðan þetta ár 2008 og fram á okkar tíma sem við höfum, þá við höfum ekki endinn á sögunni, þá held ég að niðurlagið sem svolítið hafið. Já. En við skulum ekki kíkja á svona rólega bara hratt myndum þarna úr bókinni. Þetta rifjast ímyndilegt upp fyrir okkur. Já. Myndinstjórnarinnar. Jú, við erum kannski að fá myndirnar upp í ekkert í réttri tímaröð, en það er allt í lagi. Hérna erum við þetta þegar sko þessi 80 dagar stjórn, það var ekki 80 dagar cirka í vor, þegar Sigmundur Davíð að blessa þau tvö, en hann vildi greinlega ekki að þau gerð aðhæfis neitt. Hérna Skjaldborg heimilina. Hérna Skjaldborgin, já. Hinn fræga. Já. Það er nú ekki að lýsa þessu neitt frekar. Nei, næst það. Þetta kannski helsta áhyggjefni hjá okkur, geti ég trúað í dag, hvernig verður tekið á málunum, hvort að dómskerfið minni geta höndlað þetta og réttlætis gyðjan síðustu röðinni og fyrir aftan lögfræðingarna sem eftir að flækja þetta allt með lagaflækjum og bókstafstúlkun laga og málalengingum. Nákvæmlega. Og efasteinum að hún komist að. Fjárlagagatið, já. Já, það skýrir sem nóknir sjálf. Skattahækkanir. Já. Það er spurning hvað þessar, við erum að klípa, við erum að lesa þetta í fréttunum þessa dagana, við erum að vera að klípa 1 milljarð hér og þar og ég veit ekki að þetta er sjálfsagt að reyna, en kannski spurning hvað það er að hitta oft í hóluna og þessi kannski fjallar svolítið það sama, þetta er allt myndir sem eru þá kannski mikið sem umræðan snýstum í dag, skattinn og þetta, skattstofnin stór og sterkur en ekki mikið að seðlum. Þetta svona dálítið móralsk mynd þarna, við séum hraðbrautana sem fyrir alltaf þessar flækjur og ég vil sjá þarna svolítið jákvæðin út úr þessu. Og þessi er nú jákvæð, já, hún er það. Ég sé við kannski búin að, við vonum kannski bara að keyra í einhverja hringi og einhverju bulli og svo lappar hann flautandi út í framtíðina með pókan sinn og ég vissum þetta eftir að reddast eitthvað. Þetta er náttúrulega, þessi herra maður, hann er búin að vera að byrtast okkur í ýmsum myndum undir alls kyns fyrirtæki á bakvið hann og spurning hvort hann viti hvað peningarnir eru, í hvað þeir leynast. Nákvæmlega. Mjög góð æfingi að ná honum hann. Já, þetta skýrir sér sjálft. Já, það eru margir sem svona náttúrulega já, svona maður spáir í hvað með þessar peningar. Þannig er þetta að leysa þetta með lánum. Við náttúrulega skiljum þetta ekki allt, en maður er svolítið bláið þegar maður sér þetta. Endurreisn efnahagslífsins. Nákvæmlega. Næsta. Þessi kannski dæmi svona karikatúr. Ögmundur og Guðfríður Lilja þeir voru að kveikja öllu, en það var svo sem ekkert boðið upp á neyðarökum nema til hægri. Kannski er hún ennþá þarna í stjórninni og reyna að sleppa að setja allt í bál og brand. Ok, já. Hérna eru aftur þessinu frá síðasta vori, þegar Steingrímur, hann á alveg við í dag, þeir heyrðu upp haustlaufin frá frjálsa hagkerfinu sem falla þetta í jarða og þannig ýmis stórfyrirtæki ennþá á leiðinni. Þessum stórkostleg. Já, þessi hugmyndi kom svona frá honum Andra Snæ Magnússyni svolítið, sem stakk upp auðvitað með að tengja þetta saman, McDonalds fallið og þessa styttu í Saddam Hussein. Og það er fall Saddams. Já, og þetta er náttúrulega alveg dæmigert fyrir þetta, hvað erum að upplifa fall kapitalismans hugsanlega, ég veit það ekki. Þarna er aftur svona dálítið móralsk mynd, það er eigin að vera að fjársjóðan sé lítillæti, hóvarð og auðmýkt kemur bakvið andar regnbogans. Ég veit að þetta er svona hljómar sem að segja messagstar, segir þetta. En þetta eru myndirnar, þær fanga alveg stórkostlega sem augnablík þessa hruns, þessa tímabils. Já, það er rétt að gera það og það sem við höfum í þessari bók að þetta
þetta auðvitað ekki neinn eftir á skýring, heldur þetta bara myndi þetta svona, maður túlka þetta jafnóðum og í fyrir hlutanum náttúrulega hefur höfundur þessara bóka ekki hugmyndu hvernig sagan endar. Þannig að sumar myndir hitta vel í mark, maður náttúrulega mitt hlutverk að vera gagnrýnin og það er heilmikið gagnrýn á brauðlið og bankakerfið og allt þetta sem finnur að búa svona spenna bóðan hansi mikið en líka gaman eða svona fárútnilegt að sjá sko hvað önnur mál voru sko stór, hefur borgarstjórnarmál eins og þetta sem voru kannski stærsta máli 2007 en ekki hvað allir höfðu það gott eða hvað þetta var hættulegt kerfi sko. Nei. Eða einhver enn minni mál. Og það eru mál sem þú varst í og þau eru náttúrulega ekki til þessari bók því hún fjallar Jú, ég set það með. Það er eitthvað með það. Já, ég set það með, ég get að það gleymist. Þetta er það sem við vorum að hugsa 2007, þetta gerðist ekkert, en það líka virkar eins og það sé alveg örugglega 50 ár síðan það gerist. Þetta er bara því að tíminn síðast ára hefur tekið svo mikið rými hérna í okkar minni, sko. Manni finnst þess að þessi kreppar sem þetta hraunsýp voru gangi miklu lengur. Það er langt síðan 2007. Já, þessi 7. október 2008 hafa bara verið eitthvað ég er zero, sko. En þetta er bara eins og maður segi eins og þetta er ótrúlega merkilega heimildum þetta og ekki síður merkilega en bækurnar sem menn eru að skrifa. Takk fyrir Halldór.